Það var mjög áhugavert að heyra hérna erindið á undan. Það er svona hluti sem maður kannast svolítið við og við úr okkar fyrirtæki. En ég ætla að byrja á því að segja ykkur aðeins, ég ætla að fara aðeins í gegnum svona síðustu 1,5 til 2 ár hjá okkur í Novomatic Lottery Solutions, hvað er búið að vera í gangi og það er búið að vera töluverður vöxtur og við höfum svona verið að gangi gegnum ýmislegt. Það er svona aðeins að gott að líta aðeins öxl og fara yfir bara hvað er búið í gangi og hvað erum búin að læra og hvað erum búin að vera að gera. Ef maður byrjar að selja sjálfa sig, eða ekki? Eins og ég sagði þá útskrifast ég sem tölvunarfræðingur frá HR 2004. Hefur reyndar ekki forritað staf síðan ég labbaði það út með prófskírteinið af því ég vildi vera töff og fara eitthvað annað. En stuttu seinna þá fór ég yfir í Betver og byrjaði þar í prófun, var þar í rúmlega ári ef maður rétt, fór svo yfir í verkefnastjórnina. Þá svona virkaði þetta þannig að maður fór á fund, resource-fund öðru hvoru og slóst þar fólk sem maður þurfti að fá til að vinna verkefnin sem maður átti að reyna að keyra áfram. En blessunarlega, 2007 minni mig, þá fórum við að spá aðeins í Agile og Scrum og þá breyttist aðeins þetta hjá okkur og þá fór maður að pæla meiri í Scrum Master hlutverkinu og öllu þeim sem því fylgir. Og enda svo sem svona leiða hóp Scrum Master og verkefnastjóra núna í fyrirtækinu fyrir svona 2 árum síðan. Aðeins að fara yfir söguna, svona aðeins að setja smá bakgrunn fyrir það sem ég ætla að fjalla um. Fyrirtækið, við unnum með Íslensku getrunum árið 96 og við vorum fyrsta fyrirtæki til að fara með online lausn í loftið bara í heiminum. IG var þá fyrst í heiminum að fara með online sports getrunir á sínum tíma. Og stuttu seinna hafa Betver stofnað. Svo líður sagan, við gerum samning við Danske Spil sem hefur verið okkar langstærsti viðskiptavinur. BCHC, British Columbia í Kanada, kom þar stuttu seinna. Og svo Selai 2007, það spænska ríkislotteríið. Sumir kannski hafa séð í kringum jólin, þá pottur þar sem heitir El Gordo sem risastór. Það á vegum El Gordo og ég held að einhver Senegali innflytjandi hafi unnið það núna síðast. Við höfum verið að sækja svolítið í vottanir, svona í þessum bransa þá leggja lotterí mikla áherslu á að fyrirtæki sem þau stunda viðskipti við séu með ákveðnar vottanir. Og svo árið 2013 þá gerist það að Novomatic Group kemur inn og kaupir meiri hlutabréfa í Betver. Og Novomatic kemur Novomatic kemur úr þessum slott og kasínó leikja heimi og þeir sáu þarna tækifæri að koma svolítið meira inn á lotterímarkaðinn og Betver þótti ákjósanlegur kostur til þess. Við höfum alltaf verið Betver var mjög sterkt í internetlausnum og voru svona að byrja að færa okkur inn í hennan retail fókus sem eru bara sölukassanir út í sjoppu. Og það heillaði þessa nýju eigendur að komast aðeins inn í þetta og líka sáu bara möguleika á stækkunum og sækja inn á nýja markaði og svona. Þannig að þeir svona réðust í að fara að fjárfesta í fyrirtækinu. Og það sem gerist á 2014 að Novomatic eignast 100% hluti í Betver og upp á því nafninu breytti í Novomatic Lottery Solutions, fjált og skemmtilegt. Og svona fer ákveðið svona ferli í gang, stækkun svona sem ég ætla aðeins að koma inn á. Við förum núna í þessa ISO 9001 vottun sem við fengum núna seint á síðasta ári. Við fórum líka í loftið með retail-lausn í Nígeríu. SGL lotterí þar og það var mjög stórt og spennandi verkefni fyrir okkur. Og þetta var svona fyrsta retail-lausnin, Og akkurat núna erum við að vinna í stóru verkefni fyrir Lottería de Catalunya, þar sem við erum að fara í lofti núna snemma í apríl með retail-lausn og þetta svona
eins og stendur þarna, svona facility management, og þetta í fyrsta skipti sem að við förum í svona, en þetta þýðir það að við komum til með að vera bara að reka bara allt fyrir þetta lotteri, allt frá því að reka vélbúnaðinn, sjá hugbúnaðinn, halda honum keyrandi og líka keyra markaðsherferðir og fleira. Þannig að þetta er eitthvað nýtt fyrir okkur og spennandi. Og svo núna erum við að starta verkefni fyrir Promosport sem í Túnis. Þannig að það er svona ýmislegt í pípunum hjá okkur. Nú við höfum verið að stækka. Við erum náttúrulega á Íslandi, hér í Holtasmárunum, Hjartaverndarhúsinu góða. Við erum í Danmörku, búin að vera þar heldur bara frá því að við sömdum við Danske Spil. Við höfum verið í Madrid í einhver ár, vorum að opna skrifstofu í Barcelona daginn og erum núna líka að koma okkur fyrir hjá stóra pappa í Austurríki, hjá Novomatic. Og erum líka að opna í Túnis, bara litla skrifstofu. En svo fyrir 3 árum þá fórum við að opna við skrifstofu í Serbíu og hún hefur gengið mjög vel og farið ört stækkandi. Og þetta svona mynd, það sést nú ekki nema brota held í húsinu frá Novomatic. Þetta eru höfuðstöðvarnar og það er mikill íburður hérna og starfsmenn Novomatic í heild eru eitthvað yfir 22.000, þannig að þetta er stórt og mikið. En 2014, þegar svona nýjir eigendur að koma inn, þá erum við búin að vera svona sigla svolítið ligna sjó í þeim skilningi að, eins og ég sagði áðan, Betfair var sterkt í internetlausninni og vorum góð þar. Við vorum með fáa og treysta kúnna sem treystu okkur, Danske Spil og BCHC þar fremst. Við þekktum þessa kúnna vel og þekkjum mjög vel, bara vissum að hverju gengum þegar þeir báðu okkur að fara í eitthvað verkefni. Þá bara vissum við hvað þyrfti að fara í gang og öll samskipti, öll kröfugerð og allt. Þetta var þekkt fyrir okkur, þannig að okkur leið vel. Og það er svona, maður svona velti fyrir sér hvort að við höfum verið í einhvers konar svona comfort zone, svona þægindar hring svolítið. En ekki það, að þarna vorum við samt búin að vera að svona byrja að byggja upp þennan retail hluta, þannig að það var nú líka smá óvissu og svoleiðis. En þarna þá fer svona aðeins að fara nýjir eigendur að vilja spýta þessu í lófana með ráningar. Starfsmannafjöldin í Serbíu tæplega tvöfaldast og það náttúrulega reynir á svolítið marga þegar svona hluti gerist. Og við höfum lagt mikla áherslu á að gera vel hérna í Serbíu. Fyrir einhverjum fáeinum árum síðan þá opnuðum við skrifstofu í Póllandi og hún svona gekk ekki alveg nú vel af því að við kannski gerðum það ekki rétt. Við lögðum ekki nógu mikla áherslu á til dæmis að hafa Íslendinga úti, reynslu fólk frá okkur á staðnum. Jú, vissulega fóru einhverjir í einhver tíma en það bara var ekki nógu vel gert, þannig að við höfum lagt bara mikla áherslu á að læra svolítið af því og gera virkilega vel í Serbíu og það hefur gengið mjög vel. Nú á sama tíma og allt svona þetta að fara af stað, þá ákveðið að ráðast í ákveðnar teknilegar breytingar. Það sem að monolitinn okkar farin að brjóta hann upp í svona service-oriented architecture og ég ætla ekki að fara út að nánar til það. Hann Heiðar kannski ræði það. En svo í lok 2014 þá hlutinni svolítið keyrður af stað. Það allt selt og fullt í þeirri meiningu að það farið að ráða og skipuleggja mikla ráningar. Fleiri teymi búin til, húsnæði í Serbíu og Íslandi stækkað og svona starfsfólk var svolítið að finna að það er svona komið svolítið annað bakland svona í fyrirtækið. Við erum með miklu sterkari, eða stærri og meiri svona stærri eigendur afsakið. Og við förum að finna því náttúrulega í þessum auknu ráningum og líka til dæmis á sýningum þar sem að Betfair var með einhvern bás, lítinn bás og þetta var komið að tala við okkur þar en núna allt í einu orðin hluti af einhverju miklu stærra og meira og allt í einu vilja bara allir tala við okkur. Það er mjög áhugavert. Og við höfum svona verið svolítið pæling í því að það hefur oft verið erfitt að vera þetta litla Betfair á Íslandi. Þetta var ekki stórt fyrirtæki en það var virkilega verið rekið og það sem við höfum gert í gegnum árin og náttúrulega höfum við gert mjög vel. En auðvitað erfitt að vera í þessum bransa í samkeppni við 3-4 risa sem nánast eiga þennan markað sko.
og náttúrulega lotteríin líka, þegar við vinnum samning við lotterí, að þá kalla þau oft á heilmiklar tryggingar. Ef við vinnum eitthvað útboð þá stundum að leggja mikið fé í tryggingar og lotteríin leggja mikla áherslu á það stundum. Þannig að svona hlutir voru kannski erfiðari fyrir Better á sínum tíma, en þetta hefur svolítið breyst. Nú útboð, við erum meirihlutar okkar samninga koma í gegnum útboð og mikil áhersla lögð á það. Núna síðasta ár var mjög svona nóg að gera því, misánægilegt stundum. Þetta var ekki yfirleitt svona skemmtilegt að taka þátt í mikilli skriffinnsku. En það er stefnt á þátttöku í svona 10-14 útboðum á ári og bara núna frá miðjum nóvember fram að jólum þá vorum við með 3 í gangi þarna sama tíma. Þannig að áherslan er mikil þarna. Náttúrulega lotteríin fara með sitt mikið í útboð og þá bara er að taka þátt í því til að reyna að vinna þetta. Og nýjir eigendur þeir stefna á svona stærri markaði. Ég nefndi Nígeríu áðan, við erum að sækja svolítið inn á Afríku meira núna, Suður-Ameríku. Þannig að þetta er svona það sem fer að gerjast þarna. Þetta svona sýnir aðeins það sem var í gangi á síðasta ári. Þetta er búið að bæta svolítið í starfsmannafjöldan. 61 á Íslandi og 43 í Serbíu sem var svona stærsta. Í dag þá erum við 140 á Íslandi eða rúmlega 140 og tæplega 100 í Serbíu. Svo er ég held að Barcelona sé komið yfir 20. Þannig að þetta er svolítið að stækka svolítið hratt og 126 nýjir starfsmenn í fyrra, það er slatti. Og þetta náttúrulega þýðir það að það þarf að fara aðeins betur yfir þjálfunarpólisíuna sem var í gangi hjá okkur. Við höfum alltaf lagt mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og þjálfa það vel upp. En þegar svona mikið af fólki kemur inn að þá kannski þarf að herða tökin enn betur þar sig. Og þjálfun náttúrulega tekur tíma frá öllu starfsfólki og þetta færir fókusinn svolítið fyrir suma frá verkefnunum sem maður er að vinna í yfir á að vera að þjálfa nýtt starfsfólk. Og það náttúrulega getur haft áhrif á skil og fleira. Þannig að þetta er mjög mikilvægt að reyna að skipuleggja þetta vel. Nú við höfum alltaf haft í gegnum árin svona mentoring policy þar sem nýr starfsmaður kemur inn og hann fær bara þjálfara assigned sem að svona hjálpar þessum nýja starfsmanni að fyrstu mánuðina og svona komast inn í hlutina og hvernig við vinnum og fleira. En það sem að kannski við höfum verið að gera tvennt í þessu, að við erum að fylla í teymi þá sérstaklega hér á Íslandi og kannski brjóta upp teymi hér á Íslandi og fylla svo í þau. En í Serbíu þá höfum við verið að gera það líka, en þar höfum við líka verið að búa til alveg ný teymi. Og það náttúrulega kallar líka á bara enn meiri þjálfun og þolinmæði frá öllum. En það sem kannski er áhugavert að þess búa til nýtt teymi, að það sem við höfum séð er að fólk kemur alveg allir inn í nýtt teymi, að það einhvern veginn verður miklu meiri liðsheild og einhvern veginn og fólk komið þarna saman á sömu forsendum, kannski með svipaða reynslu og einhvern veginn þjappa sig bara enn betur saman og það hefur verið mjög áhugavert að sjá. En á sama tíma er líka erfiðara að mentora þegar við búum til bara alveg nýtt teymi nýju fólki. Það er auðveldara að stinga inn einni manneskju eða tveimur inn í eitthvað teymi og svo vel einhvern veginn fer að malla, en það er erfiðara utanumhald fyrir heilteymi. Og aftur þetta kallar bara enn og aftur á þolinmæði frá öllum starfsmönnum, ekki bara mentorum heldur öllum sem bara öllum í fyrirtækinu nánast. Þetta er náttúrulega teymisvinnan teygir sig víða, skiptir alla máli. Nú við höfum líka verið að ráða svolítið í nýja stöður, stuðningshlutverk til að bara hjálpa okkur að takast á við þessa stækkun. Training manager, quality manager, security manager, technical managers, komin nokkuð svoleiðis núna. Þannig að þetta hefur verið mikið í gangi. Nú, já, spárum vöxt. Eins og ég sagði áðan, þá náttúrulega gerist heilmikið fram hjá okkur í gegnum útboð, og
og þessum útboðum fylgja oft gríðarlega stífar tímalínur frá lotteríunum og það er oft lítill eða engin sveigjanleiki. Það eru oft gríðarlega háar dagsektir ef við náum ekki að fara live á réttum tíma eða kannski hefja eitthvað testfasa á réttum tíma. Þannig að það er svona oft erfið verkefni. Og þá náttúrulega, ef við vinnum útboð, þá er náttúrulega mikilvægt að svona allt sé til staðar þegar að skrifa undir samningin. Við þurfum að vera búin að ákveða hvernig við ætlum að raða upp teimunum og hvernig við ætlum bara að fara að þessu. Svo við getum bara að byrja verkefnin bara af krafti og réttum tíma og allt það. Og þetta kallar svolítið á svona bara okkur sem að kannski erum að leiða hópana að reyna að sjá aðeins fyrir hvernig hlutin munu gerast. Við erum kannski að vinna einu verkefni og við sjáum að við vinnum hugsanlega eitthvað RFP hér eða útboð á þessum tíma og annað á svipum tíma. Hvernig förum við að láta þetta ganga upp? Hvernig náum við þessu teimi að klára þetta verkefni og fara svo við þetta? Eru þetta teimi kannski á að vera í 2 verkefnum á sama tíma? Þannig að þetta hefur svona kallað á svolítið mikla skipulagningu. Annað kannski sem að skiptir máli er að náttúrulega það er verið að ráða mikið af fólki og það er erfiðar að fá reynsluboltana. Þeim líður oft vel bara það sem þeir eru og eru bara sáttir. En þannig að það er kannski hlutfall svona reyndra og óreyndra starfsmanna. Það er bara mikilvægt að huga svolítið að jafnvæginu í hvað þetta varðar. En okkur hefur blessunlega gengið vel að fá óreynt fólk til starfa og þjálfa það vel upp og svona koma því vel að stað. Og við þökkum því náttúrulega þessari mentoring policy og þjálfunar aðferðum sem við verðum að taka fastari tökum. Annað sem við höfum verið að gera er svona reyna að standa svolítið vörð um menningunum og kúltúrinn í fyrirtækinu. Það hefur alltaf verið lögð mikil áhersla á opin og góð samskipti í Betver. Nú við vinnum og okkar teimi vinna í Agile og Scrum, þannig að það er náttúrulega mikil áhersla lögð á að samskiptið séu opin og allt það, þannig að þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur. Við höfum líka verið að lenda í fáeinum athyglisverðum málum sem að koma upp og þá kannski sérstaklega í Serbíu. Þar er mikill fókus á valdaskiptingu og hierarchy og bara sem dæmi að þá eru verkefnastjórar. Við höfum lent í einu sem tvisvar af verkefnastjórar sem kom inn, þeir halda að þeir séu bara king of the world top of the world, eðlilega. En þeir kannski svona líta niður og vilja vera að ráðskast í prófurum og forriturum sem er alltaf bara alls ekki það sem við viljum að gerist Þannig að við höfum þurft að takast á við það einu sinni tvisvar. Og meira að segja reynslu minni forritara, við höfum séð að þeir þora alltaf að tala við reynslu meiri forritara í sama teimi. Þannig að þetta er svolítið annað en við þekkjum hér sérstaklega. Og svo núna eru Spánverjum að fjölga, þannig að þeir vinna yfirleitt ekki mikið milli 2 og 4 eða 2 og 5 á daginn. Á meðan að við Íslendingar viljum bara mæta 8 og fara heim 4, þetta er bara búið. En það er nú kannski ekki vandamál, það er bara áhugavert. En þetta er það bara gefur þessu bara fjölbreytni og þetta er spennandi og skemmtilegt að vera að takast á við þetta. Nú í verkefnum okkar er að vera stærri, útboðin virðast vera bara að stækka, kröfurnar verða meiri, mælstónar erfiðar að ná þeim stundum og þetta kallar á náttúrulega mikil samskipti og svona dependency líka á milli teima. Við erum nánast öll verkefni sem við gerum núna, þessi útboðsverkefni, þau eru með bara mörg teimi sem þurfa að koma að því og skila á milli teima og þetta skiptir gríðarlega miklu máli að þetta gangi vel. Í ljósi þess að það eru margir nýjir starfsmenn og kannski með litla reynslu þá kalla þá að það að samskiptin, það þarf svolítið að huga vel að samskiptum, þau eru oft erfiðari. Það er kannski einhver á Íslandi sem talar ekki nógu góð ensku eða einhver í Serbíu sem skilur ekki nógu vel eða eitthvað, eða bara símalínan léleg eða hvað það er. Þetta kallar svolítið mikið á þolinmæði frá öllum starfsmönnum enn og aftur. Nú við höfum verið að nota þessa helstu tól til að eiga samskipti í þessum verkefnum.
En það náttúrulega, eins og kannski flesti vita, það kemur ekki til staðinn fyrir að hittast. Og kannski síðasta árið þá höfum við lagt meira áherslu á það að vera að fljúga fólki 1-2 til Serbíu eða öfugt til að koma, hitta teiminn, vinna þess með teimunum sem það eru í eigin samskipti við og kynnast. Það oft kannski erfitt að sannfæra stjórnendur kostnaðinn sem fylgir þessu. En bara það náttúrulega að einhver komi einu sinni til Íslands og hitti eða öfugt og hitti eitthvað og vinni með einhverjum bara einu sinni, það gerir náttúrulega öll samskipti í framtíðinni miklu auðveldari. Þannig að þetta svona, ég veit ekki, common sense, en þetta bara svo mikilvægt og það svo auðvelt að spá í kostnaðinum og horfa bara hann. En annar áhugaverður punktur, það eru stjórnendur sem kom inn. Mjög gott að fá reynslumikið fólk, hvort sem það úr kannski okkar geira eða öðrum geira. Og það kemur oft inn með fullt af góðum og spennandi hugmyndum. En þetta fólk þarf líka að kynna sér bara hvert það að koma. Hver saga fyrirtækisins sem ég að koma inn í, hvernig menningin, hvernig eru ferlarnir og læra og skilja það svolítið vel, svona áður en að fer að hrinda alveg sínum oft frábæru hugmyndum í framkvæmd. Þannig að þetta líka mjög mikilvægt. Við erum núna að vinna í ákveðnum strúktúrbreytingum. Já, það svona aðeins verið að svona, ég ætla ekki að segja skipt í tvennt, en það svona verið að búa til svona áherslur. Það sem að CTO-inn mun fókusa á vöruþróun og tækni framfarir í fyrirtækinu. Og það nú langstærstum hluta hér á Íslandi en eitthvað í Serbíu líka. Það sem eru 2-3 vöruþróunarteymi. Svo CTO-inn sem mun einblína svolítið á þjónustu og skil á verkefnum og svona þessi bara svona að feysa kúnnan og allt það. Og það eru Serbía og teymi á Serbíu og Spáni sem svona munu bera hitann og þungan af því. Og þetta svona, pínu skýrari fókus, þannig að þetta gott. En við erum svona að taka fyrstu skrefin í þessu og erum að móta þetta ennþá. Staðan í dag svo að það hægst aðeins á þessum vexti, stækkunni. Það hægst verulega á ráningum hér á Íslandi en við erum ennþá að ráða, auglýsum daginn held ég. En við erum að stækka í Serbíu ennþá og það held ég að sé ekkert lát á því, eins og sé, það hefur gengið vel og við höfum, eins og sagði áðan, lagt áherslu á að gera það virkilega vel. Við erum með Íslendinga þarna úti sem að bara búa þarna og hjálpa okkur með það allt. Það ennþá sótt á þessa stóru markaði. Við erum núna held ég að vinna í 2-3 tækifærum í Afríku. Þýskaland opnast. Norður-Ameríka hefur verið lokuð nánast, þessi einhver fáein fylki sem leyfa online gambling. En ég held að retail heimurinn þar sé nokkuð opinn og við erum núna svona að fara að keyra svolítið á það því að náttúrulega eins og við sáum áðan, við erum að fara live með retail-lausn okkar, þannig að við erum svona að verða svolítið bara öflug þar. Þannig að við hafum keypt fullt af það. Fáein orðum kannski í samkeppnina, eins og ég sagði, það var stundum erfitt að vera litla bettir og þetta eru svona risarnir, Intralot, Scientific Games og IGT eða G-Tech heitir það líka. Þetta eru svolítið svona risaðlur í þessum bransa. En núna erum við svolítið að stefnan bara sett á að matcha þessa risa í þessu fyrirtæki eða í þessum lottir í geira sem við erum í. Og það eru endalaust tækifæri eins og við erum bara að sjá í útboðum sem við erum að taka þátt í og fleira. Þannig að það er spennandi tímar framöndan. En svona til að summera þetta þá náttúrulega hefur verið gríðarleg áskorun síðustu 2 ár með allir þessar stækkun, öllum þessum ráningum. En ég held svona ef maður horfir tilbaka á okkur hafi tekist nokkuð vel. Það náttúrulega, auðvitað eru mistök hér og þar og fólk reynir að læra því. En ég held svona rauði þráðurinn kannski hérna í þessu var svona þjálfun og það bara ótrúlega mikilvægt að vel sé haldið utan svoleiðis hluti. Þegar nýtt fólk að koma inn að bara því líði vel, að því sé fylgt vel eftir í lengri tíma. Þannig að við höfum lagt mikla áherslu á það. Takk fyrir.